það mjög gaman að koma úr pólitík í þetta verk. Því að það sýnir svona líka hvað leikhúsið mikilvægt. Og að því það að varpa alltaf ljósi á, sko, í rauninni, þú veist, eins og við erum að gera hér. Það verið svolítið að varpa ljósi á hvað sagan endurtekur sig og hvað við þurfum að vera vakandi fyrir hún gerir það ekki. Og já, þannig að það bara mjög hressandi að vera búin að vera þjóni í pólitík og koma svo aftur og þjóna í leikhúsi. Já, þetta alltaf svona, þú veist, þessi þjóðernishyggja og þessi ótti og óttinn skapar það, þú veist, að fólk vill trúa á okkur einni leiðtoga, vill trúa okkur eina lausn og það auðvelt fyrir leiðtoga að ljúga fólk fullt og það eru svona ákveðnir lyklar sem við heyrum alveg eins og talað með eins og leikriti að þú veist, það vera að lofa öllum, þú veist, að fá að vera gott við gamla fólkið, þú veist, við heyrum alltaf að heyra þessar sömu tuggur og það aldrei talað hvernig að gera hlutina bara, þú veist, það ætlar einhver einn að leysa öll vandamál. Og við viljum bara vera svo gjörn á að trúa því að einhver einn geti leyst fyrir okkur, það sé til ein lausn og hún sé einhverjum einum manni. Ég hef aldrei unnið með slapstick-leikstjóra. Geturðu lýst því aðeins fyrir mér að vinna með slapstick-director? Já, það svona. No, because you have to go just from here to here, and then you go here, and then because it's just 1, 2, 3, and then you go here, and then this one, and then you can do because you know, it comes from here, and then you go here and here. Það stundum svolítið óskiljanlegt, sko. En svo bara, þú veist, þetta frábærir leikarar í þessari sýningu og mér svo gaman að horfa á svona góða leikara. En nei, mér finnst þetta að vera það er einhver svona kraftur og léttleiki í þessari sýningu. Ég held núna eftir að höfða til mjög breiðs hóps og ég get alveg séð börn á þessari sýningu. Ég get líka alveg séð mjög menntað fólk á þessari sýningu. Þannig að ég held að þetta geti höfðað einmitt til bara út frá mismunandi forsendum. Ég held að það sé bara alltaf gott að vera minntur á að það ekki til einhver einföld lausn og kannski mitt í einmitt svona einhverju vandamálum og kaos og óróleika og stríði og þá alltaf þessi tengsl sem við eigum við okkar nánustu og þú veist og ástin og fólkið þá það sem alltaf það sem mikilvægast í lífinu okkar og já, alltaf bara gott að vera myndur á það.